Já, hann kominn hér á línuna, Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri. Við ætlum að ræða við hann heimsmál næstu mínútur. Hilmar, það svona líklegt að þegar ég ræði við þig þá klukkan 10 að morgni miðvikudags, en þegar þetta sendt út þá komið kvöld. Það má svona gefa sér að það hafi verið töluverð umræði í fréttum í dag neyðarlán til Úkraínu. Staðan hefur verið svo að Orbán hann stóð gegn því að aðildarríki Evrópusambandsins myndu veita Úkraínu 90 milljarða neyðarlán, en nú Orbán úr sögunni og við vitum ekki hver niðurstaðan hefur orðið. En verður þessi lánveiting, ef hún gengur upp, markar hún einhver svona kaflaskil í þessu öllu? Nei, ég held að þetta mun bara því að það að Úkraína fær einhverja peninga til þess að halda sínir grunnstarfsemi ríkisins gangandi og eflaust ekki hvort þeir nota eitthvað af þessu í vopnakaup sem reyndar orðið erfitt að fá vegna þess að þau eru bara skortum skammti. En eins og segir, Orbán hann var á móti þessu, nú hann farin frá sem forsætisráðherra Ungverjalands. Ég held að til dæmis lönd eins og Slóvakía hafi ekkert voru hrifin af þessu. Nú var líka verið að kjósa í Búlgaríu og þannig að það sem vekur athygli þetta að Evrópusambandið að lána Úkraínu þessa peninga og þeir treystu sér ekki til að taka gjaldeyrisvarasjóð Rússlands, treystu sér ekki til þess að taka hann, ætluðu að gera það fyrst, það var eitthvað 300 milljarðar dollara sem að mestu leyti er í Belgíu og forsætisráðherra Belgíu var algjörlega á móti þessu og þetta 300 milljarðar dollara evra mjög stór upphæð fyrir Belgíu og þetta belgísk stofnun Euroclear sem mest af þessum peningum og það getur Belgía verið í ábyrgð. Þetta getur verið mjög þungt högg fyrir Belgíu. Þannig að forsætisráðherra Belgíu, hann var á móti þessu en þetta lán og tekur eftir því að Evrópusambandið að taka þetta á láni. Það ekki eins og að Evrópusambandið eigi einhverja peninga til að láta Úkraínu hafa, heldur eru þeir sjálfur að taka þetta á láni. Þetta kallar ekki joint debt issuance, þess að þeir taka þetta láni á alþjóðlegum mörkum. Þannig að það vekur athygli, nú eru mörg lönd Evrópusambandsins orðin mjög skuldug, eins og Frakkland og Ítalía og Belgía reyndar líka og Grikkland og Portúgal og Spánn gaf í skuld allt saman og þá farið í það að taka lán fyrir þessu með veði í því fjármagni sem Evrópusambandið að fá frá aðildarríkjum. Þannig að sýnir bara hvað sambandið illa statt að eiga ekki þessa peninga til einhverjum sjóðum til að láta Úkraínu hafa. Síðan verður Úkraína án að borga þetta en það mjög erfitt að sjá hvernig hún mun gera það og þá líka verið í að því að Rússar muni greiða Úkraínu skaðabætur og þá verður jafnvel þessi peningar notaðir sem að þaðan komur að skaðabætur Rússlandi til að borga þetta lán. Líkurnar á því að Rússland fara að greiða skaðabætur að stríði loknu, ég held að séu mjög lágar. Lagalega spurninga var að taka sem lengi búið að vera að tala þess að 300 milljarða dollara eða hvað þetta var sem að Rússar eigi varasjóð sem búið að frysta. Menn hafa ekki treyst sér til þess að taka það engin samstæða það, aðalega forsætisráðherra Belgíu hefur á móti því og svo eru mörg önnur lönd held ég frekar skeptísk á þetta en þetta mun ekki skipta sköpum öðru leyti en því að Úkraína hefur einhverja mánuði viðbót til þess að halda sínum ríkisrekstri gangandi. 90 milljarðar evra ekkert ofsalega stór upphæð fyrir land eins og Úkraínu, þetta stórt land og það svo margt sem hefur farið úr skeiðisar en ég held að þetta er nauðsynlegt fyrir þá til að geta haldið áfram að veita grunnþjónustu næstu mánuði. Þetta dugar fyrir því næstu kannski mestanlega hálft ár, eitthvað svoleiðis. En það ekkert meir, þetta skiptir engum sköpum. Það versta í þessu öllu það að því núna erum við komið með Íransstríð í gang sem miklu alvarlegra stríð heldur en Úkraínustríð, miklu alvarlegra og athygli allra eiginlega á því stríði, hvernig á að vinna úr því. Þannig að Úkraína svolítið þannig að maður sér ekki að það séu neinar raunverulega viðræður í gangi út af Úkraínu. Það var Bandaríki sem leiddu þetta því að Evrópusambandið og Evrópa hefur lengst að vera með skoðun að það eigi ekkert að semja neitt, það eigi að sigra á vígvöldunum, en það engar þreifingar í gangi til þess að semja stríðslok þó að Zelenskí tali það
En þarna er þess að verið að kaupa tíma fyrir Úkraínu að bara geta haldið ákveðinu grunnstarfsemi gangandi og það getur vel verið þetta að fara í gegn. Ég býst við því að það séu fleiri lönd skeptísk á þetta. En náttúrulega sem vekur athygli í þessu máli er það að það er nánast öruggt að þessi upphæð 90 milljarðar evra mun falla á skattgreiðendur Evrópusambandsins á endanum. Það er líkurnar að því að Úkraína geti greitt þetta á næstu árum er alveg hverfandi. Úkraína getur ekki borgað neinum lánum. Það á ekki að láta Úkraína hafa lán. Ef það verður að láta Úkraína hafa peninga í dag, þá þarf það að vera styrkir. Það er alveg augljóst. Og líkurnar að því að Rússar borgi skaðabætur, þær eru eiginlega engar. Það er líkurnar að því að verði tekið, að gjaldeyrisvarasala Rússlands verði tekið, þær eru eiginlega engar ef það nást fyrir það samkomulag. Þannig eins og ég segi, þetta er bara Evrópusambandið að taka lán og kallar þetta lán til Úkraínu. Raunverulega er þetta styrkur sem síðan skattgreiðendur ESB-ríkjanna mun greiða endan, held ég allavega. Já, við skulum vinda okkur frá Úkraínu yfir í Íransstríðið. Hilmar, eins og þú segir réttilega, þá er það stærri viðburður sem stendur og áhrifin getur orðið gríðarleg. Það er svona ákveðið limbo í gangi, finnst manni, í Hvíta húsinu og jafnvel ekki samansammerkja milli það sem Vance og Trump segja. Sérðu fram á líklega lausn í þessu stríði innan skamms? Ég sé það ekki fyrir mér ef þú bara skoðar 15 punkta planið sem Bandaríkin eru með, sem maður má kannski segja hafi verið búið til að miklu til Tel Aviv sem gerir ítrustu kröfur til Írana, til dæmis að þeir megi ekki auka úran og gerir mjög mikla kröfur til þeirra, við ekki framleiða eldflaugar, langdrægar, jafnvel ekki skammdrægar eldflaugar. Það er verið raunverulega að tala um að afvopna Íran alveg þegar jafnvel einhvern tíma voru þeir að tala um stjórnarskipti sem held ég hættir að tala um því að það tekið ný kynslóð sem er meira harlínu kynslóð heldur en sem það fyrir var. Svo eru Íranir með kröfum það að herstöðvar Bandaríkjanna verið fjarlægðar, 13 í Persaflóa verið fjarlægðar, fari í burtu. Það er að tala um að stríðsskaðabætur til Íran, það er að tala um að Íran geti tekið gjöld af skipum sem fara ekki til Persaflóan og svo framvegis. En það ber alveg óbáslega mikið á milli og að því leyti er þetta svipað og Úkraínustríð, það ber svo mikið á milli aðila að líkurnar á samningum er ekki miklar. Hins vegar, það sem að vekur athygli hins vegar er það að Íransstríð er þannig að Úkraínustríð getur mallað í 1, 2, 3 ár ennþá að það myndi hafa neitt afgerandi áhrif á heiminn í sjálfu sér. En hins vegar ef að Persaflóan verður lokaður einhver langan tíma árið eða meira, þá er það mjög alvarlegt fyrir heimsækkerfið. Ég er núna í Austur-Asíu, ég meina í löndin svo í Suður-Kórea og Japan og Kína er að fá mest af sínu 80% olíu sem kemur úr Persaflóanum til Austur-Asíu. Má ég skjóta inn í, þú ert í Tælandi núna, hefur orðið hækkun og olíuverðið þar, veistu það? Bara sem að taka sérstaklega þannig heimsluta. Þeir eru í vandræðum, ég hef ekki heyrt að það er eitthvað skömmtun í gangi og það er eitthvað slíkt í gangi, en það er ennþá verið að fljúga, en þetta má ekki taka mikið lengri tíma. Og ég reyndir að fara á fundi á sendiráði Pakistan á morgun, ég var í rannsóknarleyfi á síðasta ári og var í ágæti sambandi við Pakistanina sem þeir höfðu miklar áhyggjur af þessu, enda eru þeir með landamæri við Íran og ég heyri hvað í þeim á morgun, hvað þeir eru að hugsa. Og býttu, hvers konar fundur er það? Ertu þar einhverju diplomatísku sambandi fyrir hönd Íslands? Nei, ég er fræðimaður, en ég hitti fulltrúa Pakistan á móttökum, til dæmis á móttökum sem Katar sem er gasríki í Persaflóanum og síðan Laos og síðan buður mér í kvöld að funda á morgun. Ég er bara að vinna í rannsóknum og eflaust margt sem hafa verið sagt á svona fundum er ekki eitthvað sem að menn vilja láta hafa eftir sér, en auðvitað er ég forvitin að ég er að reyna að skrifa alþjóðamál og þú getur ekki fjallað alþjóðamál ef þú sleppir Íran. Það er bara, og það sem er að gerast í Íran, það sem að hagkerfið heimshagkerfið er að koma að hengi flugi. Og ég meina það er mjög alvarlegt og í Austur-Asíu þá, ég meina það er kannski ekki alveg að gerast á morgun en ef við erum að tala um marga mánuði eða jafnvel ár eða einhver ár að það verði kom ekki olía úr Persaflóanum og kom ekki gas úr Persaflóanum, þá er það mjög alvarlegt mál, það er miklu alvarlegt nokkuð getur gerst í Úkraínu og ég veit bara því að landið sem Pakistan er á kafi í þessu og það kom fram að forsætisráðherra Pakistan bað
Donald Trump að framlengja vopnalið sem Donald Trump hefur ákveðið að gera. Einmitt. Og ég held að sé jákvætt að þeir séu í þessu máli því þeir eru nágrannar Íran og hafa mikla hagsmuni af því að það verði ekki fólksflótti frá Íran í 90 milljónir manna inn í Pakistan. Ég veit að þeir hefðu ágjörð því líka í sumar þegar var 12 daga stríð við 12 daga stríð við Íran. Bandaríkin tóku þátt í því 1 dag til þess að eyðileggja kjarnorkuvopna það sem talið að Íran hafi verið að gera tilraun bæði auðga úran og jafnvel að þróa kjarnorkuvopn. Donald Trump sagðist að hafa eyðilagt allt saman en svo virðist ekki hafa verið meiri eyðilegging en svo að það var að halda þessu áfram. En ég hef ef þú ert að tala um einhverja aðila sem geti komið að því að reyna að semja þetta mál þá miklu líklegra að Pakistan geti gert það heldur en þeir sem í Washington eins og staðan í dag. Ég meina Donald Trump talar 1 dag það að hann fallist á 10 punkta plan Íran sem samningsgrundvöll sem hann verið þá að gefa mjög mikið eftir ef hann myndi fattast á það og svo kvöldið sama daginn talar hann að eyða Íran með kjarnorkubryggju eða bara allavega að eyða þessari destroy civilization, eyðileggja Íran og hann myndi gera hann með kjarnorkuvopnum. Þannig að sveiflurnar eru svo miklar, hvernig átt að semja, þú veist ekki hvað hlutirnir eru og svo bara hafa Íranir svo sterka stöðu að geta lokað Persaflóanum og geta líka jafnvel lokað Rauðahafinu þegar verið að hóta þeir séu með fleiri spil á hendi og svo valdi miklu tjóni og orku innviðum í golfríkjunum, svo kvöldi Gulf States sem eru Kúveit, Íran, Írak, Sádi-Arabía og slík lönd, Óman og Sameinuðu arabísku furstadæmin valdi mikill eyðileggingu þar þannig að þetta tók svolítið á hjá minni annars vegar það ber svo mikið á milli að maður sér ekki að samningar séu í sjónmáli. En á hina hliðina að þá sér maður að hagsmunirnir eru svo miklir að það getur komið að því að Donald Trump og hans menn J.D. Vance varaforseti og þeir sjáu það að þeir verði að semja og gera þá slíkt tilslakanir þess að hægt að semja en við vitum þá leið að þá mun Tel Aviv og þá mun Ísrael standa gegn því. Ísrael vill ekkert semja á neinum nótum sem eru neitt í líkingu við það sem Íranir vilja semja og Donald Trump hefur talað að hann geti fallist á það sem grunn en síðan hefur hann tekið það tilbaka. Þegar J.D. Vance fór til Pakistan nýlega þá var hann með harðlínustefnu, hann var bara með 15 punkta plan Bandaríkjanna og var á allt annarri blaðsíðu. Það sem kemur mér mest á óvart að Pakistan, að Íran skyldi fara til Islamabad, til Pakistan, að skyldi fara þangað á meðan að þeir vera að fara þarna nema þessi liggi fyrir allavega að það séu einhver atriði sem að Bandaríkjamenn geta fallist á. Og þess vegna við komum svo óvart að Íran skyldi ekki bara segja við förum á fund í Pakistan, Islamabad að því gefnu að þessi atriði og þá eru þau talin upp þau séu tekið tillit til þeirra. Það virðist ekki hafa verið og ég býst við að Íranir vilji sýna heiminum að þeir hafi eitthvað samningsvilja en það ber alveg opaslega mikið á milli. Ég held að eina leiðin sé til að bjarga þessu sé að Bandaríkin slái eitthvað af sínum kröfum. Hvort þeir gera það núna eða hvenær, ég get ekki svarað þú veist hvernig Donald Trump hann skiptir jafnvel skoðun á klukkutíma fresti. Já, og úreldir eini yfirlýsingar oft á dag fyrri. En ég held þú hafir orðað þannig á þann að heimshagkerfið gæti verið að rampa á barmi hengiflugs og þetta eru auðvitað stór orð og maður veltir í fyrir sér, olían ennþá svona alfa og omega okkar heimshagkerfis eða hvað getur rökstutt aðeins betur hvað þú átt við en þú hefur þegar gert? Flugsamgöngur, þær stöðvast. Getur þurft að draga mjög mikið úr flugsamgöngum, skipaferðir, þetta gengur allt fyrir olíu. Landbúnaður sem vélvætur, hann gengur fyrir olíu. Matvælaframleiðsla í heiminum. Þannig að og olía er notað sem aðföng í mjög margar framleiðsluvörur í heiminum. Þannig að flutningar myndu smátt og smátt draga úr þeim eða þeir leggjast niður og landbúnaður mun stórdraga úr matvælaframleiðslu
og verksmiður sem bara í öllum iðngreinum nota olíu, þannig að þá iðnaður. Þannig að, og svo líka annað, að Portúgalsflóðinu kemur mest, eitthvað 30% held ég að öllum áburði í heiminum, fyrir miklu leyti til Afríku, miklu leyti þangað. Ef að áburður hættir og það er verið að ef það er svona planting season, ef áburður kemur ekki, þá þýðir það að það dregur matvælaframleiðslu í heiminum, þá fyrir matvælaverð upp í skýin og það er ekki bara olíuverðið og þannig að það verður mikil verðbólga og þetta er á framboðsli, þannig að þá þýðir að stjórnvöld alltaf örva hagkerfi. Þú veist að ef það verður segjum að sé samdráttur og atvinnuleysi, þá getur örvað hagkerfi með því að auka eftirspurn í hagkerfinu, auka ríkisútgjöld eða eitthvað slíkt þess að örva hagkerfi. En þú getur ekki gert það þarna því þetta er svo framboðsli, það er þess að vantar aðföng. Og þá eins og 73 og 79 þegar við olíukreppa, að þá dregur úr þá dregur úr framboði og þá geta verið atvinnuleysi og verðbólga að hækka á sama tíma, þannig að þetta hefur áhrif á hagstjórn. Svo líka hefur þetta áhrif á fjármálamarkaðinn. Ef vextir að hækka mjög mikið, þá hefur það bara áhrif á fyrirtæki sem þurfa að standa skil á sínum afborganir og borga vexti og svo heimili líka. Ef þetta stendur lengi, getur þetta valdið fjármálakreppu. Ef vextir fara upp úr öllu valdi því að seðlabankar eru að reyna að hafa einhvern heimil á verðbólgunni með því að hækka vexti. Þannig að þetta getur haft mjög víðtæk áhrif. Þess vegna hefði ég haldið að Bandaríkin, eins og land eins og Bandaríkin, sem er ríkt land og hefur mikið að hæfu fólki, þó að það virðist ekki vera margir í kringum núverandi ríkisstjórn, að þeir muni sjá að það er ekkert hægt að hafa þetta í gangi mjög lengi og þeir muni grípa til aðgerða, en það þýðir eftirgjöf í Íran. Ég held eiginlega sé allir sammála það að Íran sé í sterkri stöðu. Auðvitað getur þau sprengt Íran, getur gett loftárásir á Íran. Það er ekkert að beita sjóher, vegna þú gefur ekki skipum inn í Persaflóann ef þú vilt ekki lenda á hafsbotni og þú getur ekki, það er engin land til þarna ráði við Persaflóann sem Bandaríkin er með. Þeir eru með flugher og þeir geta skotið eldflugum á Íran, en líkurnar af því að Íran, þeir sem ég er að tala við, sérfræðingar sem þekkja þennan heimsluta mjög vel, að líkurnar af því að Íran muni gefast upp vegna loftárása séu mjög litlar. Þetta er mjög öflugt, þetta er gamalt rótgróið menningarríki, þeir eru búin að búa við miklar viðskiptaþvinganir hér fyrir hálfa öld, síðan að Klerksdóttir steypti keisaranum af, eða Klerksdóttir tóku við að keisaranum 79, og það eru mjög litlar líkur á því að það verði einhverja breytingar, en það hefur ekki tekist að knýja fram neinn stjórnarskipti eða slíkt. Þannig að mér finnst Bandaríkin ekki vera hafa mjög sterka stöðu til þess að knýja neitt fram og það sem var líka óttast ef Donald Trump vill gera tilsakanir, hvernig mun hún ganga það þegar hann er með Netanyahu í Ísrael. Ég held að Ísraelar þeir vilja veikja Pakistan mjög mikið og þeir vilja veikja Íran mjög mikið. Þeir líta á Íran sem tilvista ógn fyrir sig, vilja veikja það mjög mikið, en maður sér ekki hvernig það á að gera það. Og svo getur líka, eins og við talaðum áður, að Íran getur Hútís getur lokað Rauðahafinu líka, og þá lokað Súezskurðurinn. Þú getur ímyndað hvernig þá lokað stærðflutningaleiðir líka, þá er ekki þetta flytja inn á Súezskurðurinn heldur. Og það er það sem að Íranar eru að gefa í skyn þegar þeir eru að segja að þeir séu með fleiri spil á hendi, að þeir eru að hóta að loka Súezskurðurinn. Og við Íslendingar sem flytjum inn flesta hluti, náttúrulega mjög næmir fyrir þessum sveiflum. Og mér heyrist þú vera að segja að Bandaríkjamanna gæti beðið það hlutskipti að þeir verði að styggja Ísraela í sínum viðbröðum og þú hefur áður rætt það að Ísraelar hafa svolítið att Trump út í þetta stríð. En þegar þú nefnir styrk Bandaríkjanna, þá vakti líka athygli mína. Ég rak augun í það á þinni Facebook síðu fyrir nokkrum dögum að þú varst að lýsa því að það hefði ekki verið ágangur á fjárlögum Bandaríkjanna á þessari öld. Og af hve miklu leyti eru skuldir Bandaríkjanna svona farnar að grafa undan þeim sjálfum og heimshagkerfinu? Eru skuldirnar önnur alvarleg ógn? Já, skuldir Bandaríkjanna eru komin í eitthvað 125% af vergri landsframleiðslu.
125% og það halli á síðasta ári var eitthvað milli 6 og 7%. Þetta við vitum að Evrópusambandið gerir ráð fyrir því að hámarksskuldir megi ekki vera nema 60% af vergri. Þetta helmingi meira. Það eru sum Evrópusambandsríki sem ekkert betur sett en þetta. En þetta orðið mjög miklar skuldir, skuldabyrðin þessu orðið mjög þung og það endalaus halli á fjárlögum. Það hefur ekki verið afgangur. Ég fór í gagnagrunninn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Ég meina Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að mínum dómi besta stofnunin upp á það að finna varðandi þjóðhagsreikninga og þá sá ég þessar tölur að það hafði ekki verið afgangur. Svo fór ég að skoða lengra aftur í tímina aðrar skýrslur og síðan að Sovétríkin féllu 91 þá hefur ekki verið, það var eina skipti sem var afgangur sem ég veit á fjármálum í Bandaríkjunum var seinna kjörtímabil Bill Clinton frá 1998 til 2001. Jaha. Og þetta það fallið Sovétríkin, öll önnur ár hefur verið halli á hér Bandaríkjunum og þetta að miklu leyti vegna endalausra stríðsátaka sem líka því það verður ekki fjárfest í innviðum og frá sjónum til stórveldasamkeppni þá þetta mjög óheppilegt fyrir Bandaríkin. Þetta frábært fyrir Kína. Kínverjar hafi ekki verið í stríði síðan 1979. Voru í stríði við Víetnam, það að verða hálf öld og að byggja upp sitt hagkerfi og árið 2016 gerist það að Kína var jafnstórt bandaríska hagkerfinu 2016 og svo á jafnvægisgengi og síðan það 2017 komið yfir og Kína orðið mun stærra á jafnvægisgengi heldur en bandaríska hagkerfi. Þannig að þessi stríð sem Bandaríkin eru búin að há það er ekki bara það að þetta því að skuldabyrðin verður há og vaxtabyrðin verður hærri. Það verður erfiðara fyrir Bandaríkin að fá lán á góðum kjörum og vaxtabyrðin hækkar og hækkar hjá þeim og skuldabyrðin heldur það að stórveldi sem þeir eru að keppa við og vilja að reyna að halda valdajafnvægi þar á meðal í Austur-Asíu alltaf að styrkjast og í hver áratugur sem þannig að Bandaríkin í stríði á meðan að Kína getur bara verið að einbeita sér uppbyggingu innanlands og veikjast Bandaríkin meira og meira. Þannig að maður skilur ekki alveg hvað eru Bandaríkin eiginlega að fara að vera í stríði, veikja sjálfan sig hvort öðru landi, vera að koma á bólakafi skuld og þetta líka eina ástæða fyrir því að þessari hörku gagnvart NATO. Að biðja lönd sem hafa ekki efni á neinu, raunverulega, eins og Evrópusambandslöndin sem eru orðin allt á skuldug og eru líka í vandræðum varðandi bara hvernig vextir munu þróast hjá þeim og lánstraust. Að þau eiga að fara í 5% verkefni sem flestir hafa ráða ekkert við. Það stafar meðal annars því að Bandaríkin verða að ýta byrðinni yfir á þessu lönd því þeir hljóta að sjá það margir og Seðlabankinn í Bandaríkin og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur ekki út viðvaranir að þetta sé orðið beinlínis hættulegt hvernig þróunin orðin varðandi skuldasöfnun. Og þannig þetta veikir Bandaríkin mjög mikið og þetta alveg óskaplega dýr stríð og ég hélt að Donald Trump, þegar hann byrjaði sem forseti, þá var hann að fara í hann var með árásir í gangi, eins og einn dag í Íran, það var 12. stríð í júní í fyrra, og Íran var 12 dagar, og það var bara stuttstríð, bara loftárás. Síðan var árás á Nígeríu, og síðan var árás á Venesúela, allt svona stuttar árásir. Og Donald Trump hefur verið með, ég skil hann vilji forðast landherna og löng stríð, eða forever wars. En núna hann komin í stríð þar sem að einmitt fer að bera keim af því að vera stríð sem ekki hægt að binda endi á. Og það það sem hefur farið með Bandaríkin, við skoða bara söguna, Bandaríkin í stríði í Víetnam á sinni tíma, 20 ára stríði Afganistan, eitthvað 8 ára stríði í Írak og núna stríði í Íran. Þetta náttúrulega búið að vera ofboðslega þungt fyrir Bandaríkin og það eins og ég segi þá maður hélt þegar Sovétríkin féllu að það var bara eitt stórveldi til í heiminum, eitt stórveldi frá svona 1991 til svona 2017, 16-17, það var bara eitt stórveldi að þá getur Bandaríkin farið að sjá afgang af fjárlögum því þá verður þeir ekki lengur í þessari hörðu samkeppni við annað stórveldi. En það gerðist ekki. Það sem gerist það að það halli eiginlega öll árin og skuldasöfnin eiginlega öll árin. Og styrjaldir á öðrum stöðum sem eru mjög dýrar og svo bara þú ferð til Bandaríkjanna þá tekur eftir því að víða í Bandaríkjunum með þetta ríkt land
eru innviðir í verulega slæmi ástand, mikil innviðaskuld víða í Bandaríkjunum. Já, eitt stórveldi á þessu tíma sem þú nefndir, nú metur það þannig að stórveldin séu 3, auk Bandaríkjanna, Kína og þú telur Rússa einnig vera stórveldi í dag, ekki satt? Rússland miklu veikara stórveldi, ég það Bandaríkin náttúrulega ríkasta stórveldið og öflugast og verður það í fyrirsjáanlegri framtíð. Ég held að það sé ekkert að vera að breytast, Bandaríkin verða áfram í öflugt land og Kína númer 2 sem að verða sterkara og svo Rússland mun veikara, það miklu veikara en hinn, en þeir samt með ef þú skoðar auðlindir þess að þeir auðlindaríkasta stórveldi, þeir eru ráðið við stærsta landflæminu, en þeirra veikleiki liggur í fólksfjöldanum, það er ekki 145 milljónir og hættun af því að það verði veruleg fólksfækkun í Rússlandi, það þeirra veikleiki, þannig að Rússland ekki stórveldi sem í sama kaliber eða nálægt Kína og Bandaríkjunum. Ég met þau 3 og í svona stöðu þá náttúrulega eðlilegt að Bandaríkin fara að reyna að ná betri samskipti við Rússland sem nákvæmlega sem Trump að gera. Hann vill ná betri samskipti við Rússland af því hann sér hvernig stórveldasamskiptin að þróast, hann sér að Rússar og Kína farið að vinna saman víða heim, þar á meðal á norðurslóðum og þess vegna reynir hann að bæta, þess vegna Úkraína orðið algjört aukapeð í hans huga, skiptir litlu máli, hann vill bara ljúka stríðinu einhvern veginn. En Íransstríðið eitthvað sem ég held að þarna hafi menn misreiknað sig mjög alvarlega og og þá bara spurningin sko, hvað eru menn tilbúin að gera þegar þeir sjá að heimsækjaði að verða fyrir bara heimskreppa framundan sem að gæti bara orðið eftir ekki svo langan tíma og meira segja jafnvel þó að verið samið á morgun þá eru truflunin sem búin að eiga sér stað í Persaflóanum, hún mjög mikil og tekur langan tíma að vinna þetta upp og svo bara allt tjónið sem búið að verða á olíuinnviðum og gasinnviðum í Persaflóanum, í löndunum í Persaflóan er mjög mikið og Íran gæti gert þetta ennþá verra, þeir eru með eldflaugar sem draga 2000 km og þeir geta, sko, þeir eru bara rétt að byrja, þeir getur gengið miklu lengra í að eyðileggja alla orku og innviði í þessum löndum og þeir getur með því að eyðileggja svo kallar desalination það eru verksmiðjur sem að hreinsa vatn, þeir getur eyðilagt þær í þessum löndum sem þeir þurfa vatn bæði í olíuvinnsluna bara til að geta setja búi í þessum löndum, það er þetta að eyðileggja þær og það náttúrulega verður ólíft í þessum löndum við þessa Persaflóan. Þannig að sko, mér finnst eins og að það hafi þessu skrítið sko að skildi ekki að hafa verið hugsað til lengri tíma hvernig væri hægt að ljúka þessu máli við að byrja með þetta stríð við Íran, hvernig væri þetta að ljúka því, það eins og hafi ekki verið nein hugsun eins og haldi þá og það eins og, maður hefur þá tilfinningunni eins og það eins og hafi Ísraelar einhverja tali Trump trúum það að það þyrfti bara loftar á sér skamman tíma og þá yrði bylting og svo bara stjórnarskipti, bara kemur eiginlega mjög fljótlega, en það var Trump alltaf að segja við í sjónvarpinu, að segja sínum ávarpum hvetja írensku þjóðina bara takið því bara málin í ykkar hendur. Það náttúrulega var gallinn sá að það ekkert augljóst hver það myndi verða. Það getur verið ringulreið og bara landi brotnaðu og það kannski eitthvað sem að Ísraelar myndi telja að vera allt í lagi og myndi telja það ásættanlega laust, en þá eru þau óstöðuleiki og allavega alls konar vandamál. En það er svo verið að haldi það að það veri bara nóg að ýta aðeins við, taka trúarleiðtogann af lífi og þá myndi bara verða stjórnarskipti og allt í einu bara verða eitthvað svona amerískt lýðræði eitthvað sem kemur þarna í staðinn. Við vitum náttúrulega alveg reynslunni, við sjáum höfum séð þetta í Líbíu, við höfum séð þetta í Írak, við höfum séð þetta í Afganistan, í Sýrlandi að venjulega þegar svona miklu loftárásir eru og svona erfiðleikar að þetta endar í algjörðu kaos, þetta endar ekki í neinu skipulögðum stjórnarskiptum sem að taka við einhver stjórnvöld sem eru vinsamleg Vesturlöndum. En það getur ímyndaði hvort að eða verður að sprengja allt í loft upp bæði andstæðinga og samherja klerkastjórnarinnar, drepa fólk, eyðileggja menningarverðmæti lands sem á sér mörg þúsund ára menningarsögu, hvort að það mun vekja einhverja jákvæðar tilfinningar í garð Vesturlanda, ég held að það sé bara fjarstæða. Sko það er sumardagurinn fyrsti á morgun, Hilmar Þór og svona þegar ég hlusta á því
þá finnst mér langsótt að við sem að fá, við sem að horfa fram á í hagrænu tilliti einhverja gjafir koma utanfrá, maður líkurnar á vaxtalækkunum og að okkur takist að vinna gegn verðbólgunni, þær eru ekkert frábærar, heyri ég af því sem þú segir, en svona rétt í lokin, þú varst að tala um Pakistan áðan og fundi sem þú átt með þeim og svo ekki rétt hjá mér að þú veist að fara að tala við Ástrali? Ég var talað við Ástrali, ég sendir Ástrali í gær. Já, í gær, þeir þekkja mjög vel þennan heimsleik. Ég er búin að vera í sambandi við öll sendiráðin hérna og það er þannig í Bangkok að norrænu sendiráðin, Danmörk, Svíþjóð og Noregur, þau eru öll þannig að þau eru með aðra sendiráð sitt hér og svo þjóna þau sendiráð Myanmar, Laos og Kambódíu og svo framvegis. Og Bandaríkin með fjölmennasta sendiráð sitt í Asíu hérna í Bangkok. Þannig að það eru og þeir bentu mér á það að til þess að skilja Austur-Asíu að tala við Ástralíu og Ástralíu náttúrulega er vestrænt ríki sem á í vök að verjast og hafa mjög miklar áhyggjur af vexti Kína og ástandinu á Suður Kínahafi og svo er Indónesía 300 milljóna land sem er bara rétt við Ástralíu og ef Indónesía verður ríkt land þá getur Indónesía farið að þjarma að Ástralíu en það aðalágita núna snúast Suður Kínahafið og svo líka samskiptið við Kína og Ástralía er eitt af þessum löndum sem hefur valið það að vera í formlegu bandalagi við Bandaríkin. Þess að hann segði mér þeir eru með varnarsamning við Bandaríkin frá 51, sama árið og við getum varnarsamning við Bandaríkin. Og svo eru löndin svo Suður Kórea og Japan og Filippseyjar sem eru í formlegu bandalagi við Bandaríkin og Ástralía hefur verið í eitt vandi Ástralíu sem er algengur vandi fyrir lönd sem hér eru það. Kína er langstærsti viðskiptaðilinn þeirra. Viðskiptin utanríkisviðskiptin fara fram við Kína langmest. Á móti kemur að þau eru líka háð Bandaríkjunum í öryggismálum og þá skapast ákveðin togstreita. Já, spenna. En svo eru mörg önnur lönd eins og Thailand og Vietnam, Indonesia, Malaysia. Slík lönd sem eru allt stór lönd, eru allt fjölmenn lönd sem taka þá afstöðu að vera hlutlaus. Þau vilja ekki vera í bandalagi með neinum. Það er mjög ólíkt með Evrópu. En ég skil vel Ástralina, þeir eru í AUKUS, það er bandalag við Bandaríkin, Bretland og Ástralíu og þeir fá kjarnorkuknúðakafbáta út á það. En ég held að staða Ástralíu sé bara, hún sé ekki sérstaklega góð, og það er líka bara spurningi, hvað eru aðilar, og þeir kannski vil ekki segja mikið, en hvað eru aðilar að hugsa þegar að sjá Bandaríkin í Úkraínu? Sjá Bandaríkin í Íran hvernig er að vinna með Bandaríkin? Er þetta að treysta því að þessu tekna skynsamlegar ákvarðanir og er þetta að treysta því að Bandaríkin verði hérna ef á þarf að halda? Það var talað um það að Bandaríkin myndu færa sig frá Evrópu og Miðausturlöndum meira til Asíu vegna Kína og ekki til að fara í stríð við Kína, heldur til þess að bara halda einhverju jafnvægi og flest lönd hérna vilja hafa Bandaríkin í það, flest einhverju leyti. Þau vilja hafa yfirvöru Bandaríkjanna til að halda einhverju valdajafnvægi. En í staðinn fyrir að gera það, að þá eru Bandaríkin voruð í stríði, og svona proxy voruð að staðgengla stríði við átökum vegna Úkraínu, að senda vopn til Úkraínu og voru þetta studdu Úkraínu og raundilega voru Bandaríkin drifkraftinu þegar að byrja að tala um að Úkraína færi inn í NATO og svo þegar Bandaríkin er að dragast út í því og Trump er að reyna að skapa vináttusamband við Putin sem er alveg greinilegt, ég meina Witkoff sendimaður hans er alltaf í Moskvu og hann er búinn að afnema allar viðskiptaþvinganir á rússana, olíu og loksins þegar hann er að draga sig þarna tilbaka og hann er farin að reyna að ná einhverjum svona sæmilegum samskiptum með Rússland að þá lendir hann í þessu í Miðausturlöndum sem því það að það er miklu erfiðara fyrir Bandaríkin að koma hingað og auðvitað hljóta lönd hérna sem að treysta Bandaríkin að hafa áhyggjur af því að Bandaríkin séu upptekin og líka að Íransstríðið vekur spurningar ákvarðanatöku í Washington. Hvað eru menn eiginlega að hugsa? Og hvernig verða Bandaríkin ef það verða átök í Austur-Asíu? Eða ef það verða átök í Austur-Asíu þá verða þau sennilega miklu stærri heldur en til dæmis það sem við höfum séð í Úkraínu eða Miðausturlöndum, miklu meiri og stærri átök
en vonandi verður það ekki. Svo líka annað varðandi þessi lönd, tökur ASEAN, sko, það ASEAN samtökin sem eru því við erum alltaf að vera að tala Ísland og Evrópusamband og allt þetta, að samband þessara landa, það ekki bara það að mörgum ASEAN-löndin séu hlutlaus og vinni við reyna að halda góð samskipti við öll stórveldin, þá er ég að tala Víetnam, Tæland, Malasíu og Indónesíu, heldur það að þau eru með ASEAN, þau eru með samstarf sem kannski hugsa eins og Evrópusambandið, en gengur bara miklu skemur og þau eru miklu sáttari við það að hvert land hafi sína reglur og sína siði en sé að hittast og hafi samráðsfundi, en ekki þessi mikla áhersla á að steypa alla í sama forminu, eins og Evrópusambandið með það hugmynd að það allir að vera í sama forminu og Evrópusambandið að ná meiri og meiri völdum yfir þjóðum og taka fleiri og fleiri ákvarðanir sameiginlega og líka að fara í það átt að stærstu löndin fá að ráða meiru heldur en minni löndin. Þetta meira talað unity with diversity, það að segja meiri, og það munurinn á Asíu. En ég meina, ég held að það sé alveg öruggt að Japan, Suður-Kórea, Ástralía og Filippseyjar hafa áhyggjur af stöðinu og þau horfa á Íransstríði þannig að velta fyrir sér hverjum getum við treyst, og þetta ekkert góð stað, eins og líka sem ég var að segja við þig að hver áratugur sem að Bandaríkin í stríði eitthvað stort í heimi og Kína hefur gefið í stríði hér fyrir 50 ár gjöf fyrir Kína. Kína alltaf að styrkjast og Bandaríkin að veikjast, og svo maður að heyra meira og meira í sögur að Bandaríkin séu að ganga mjög mikið á sínar vopnabyrði með þessu Íransstríði og var nú þegar að ganga verulega á þær í Úkraínu. Þannig að maður velti fyrir sig hvað að gerast. Það óstöðuleiki, það engin spurning. Og hver dagur sem líður þar sem við sitjum upp með Trump sem forseta dagur óvissu. Ég þakka þér kærlega, Hilmar Þór, fyrir þetta spjall og ég þakka þér líka bara fyrir hönd okkar á samstöðinni, alveg kærlega fyrir öll samtölin sem við höfum átt við þig í vetur og af því það nú þessi tímamót að sumardagurinn fyrstur á morgun og ég vona að við höfum áfram aðgengi að þér á sumri komanda og á meðan við erum í loftinum. Kærar þakkir fyrir alveg endilega, og þeir eru að vinna alveg frábært starfi að leipa að örfa þjóðfélagsumræðan á Íslandi, ekki veitir nú af því að fjölbreyttri þjóðfélagsumræðu ekki síst á óvissu tímum. Þakka þér fyrir, ég tek þessu sem miklu hrósi frá þér. Hafðu það gott og heyrum síðar, vertu blessaður. Já, blessaður, takk fyrir. Og ekki fara langt, þetta rétt að byrja, handa við hornið nýr kafli. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.